Ég heiti Viðar og ég ætla að sýna þér hérna hvernig núningskraftar verka. Þeir eru svona í grunninn bara aðdráttarkraftar á milli þeirra atóma í efninu sem nuddast saman og þessi núningsstuðull, gríska mugið, við sjáum hérna er svona tabla fyrir mismunandi efni að nuddast saman og núningsstuðullinn, hann lýsir sem sagt núningskraftinum með því að segja núningskraftur sinnum, eða núningsstuðull sinnum þungi. Það er núningskrafturinn. En hvað er þungin? Þungi er massi sinnum þyngdarhröðun. Svo getum við, ef við höfum meiri tógkraft heldur en núningskrafturinn er, þá nýtist mismunurinn til þess að auka hraðan með hérna öðru lögmáli Newtons að kraftur, afgangskrafturinn, hann er þá massi sinnum hröðun. Við skulum kíkja hérna á hreindýrin sem að draga sleða jólasveinsins. Við ætlum að reikna hver er núningskrafturinn og þá setjum við upp formúluna að núningskraftur er sama sem núningsstöðullinn sinnum þungin sem er svona massi sinnum þyngdarhröðun og við skulum reikna með þetta sé á Íslandi. Svo við setjum inn tölurnar. Mugið, já þetta er trésleði og hann rennur hérna á snjó svo að núningsstöðullinn er 0,04. Þetta er lítill núningur. Massin á sleðanum og jólasveinunum og gjöfunum 321 kg og reiknum með því að þetta sé bara á Íslandi svo við margföldum með 9,82 og við fáum þá út núningskraftin 126. Eins og aðrir kraftar þá er núningskrafturinn hann er mældur í einingunni Newton. Nú við ætlum að kíkja á hröðunina og þá er kannski sniðugt að setja upp hérna formúluna að ef að tógkrafturinn hann er þarna 250 Newton og mínus núningskrafturinn sem við vorum að reikna á þann, þetta er saman sem massi sinnum hröðun, þá getum við sett inn tölurnar 250 fyrir tógkraftinn, 126 fyrir núningskraftinn, massin er 321 og hröðunin er óþekkt. En hér er nú einfalt að einangra hröðuna með því að deila með 321 og deilum með 321 hérna og það þýðir að hröðunin hún er a sama sem og nú sláum við þetta bara inn í reiknivélina og fáum 0,39 en eining á hröðun er metrar á sekundu í öðru veldi. A fyrir acceleration. Spurt er hér hve langt fer sleðin á 15 sekundunum. Við reiknum með því að hann hafi dregið úr kyrrstöðum. Þá segjum við vegalengd er sama sem hraði. Já, hraðin upphaflegi hraðin hann er 0, vaf 0t, en svo bætum við þetta hálfur sinnum hröðunin, sinnum tíminn í öðru veldi og tölurnar fyrir það að því að nú er upphafshraðin hann er 0, reiknum með að hreindýrin hafi dregið sleðan úr kyrrstöðu og þá kemur hérna pluss hálfur sinnum hröðunin 0,39 og sinnum tíminn sem er þá 15 í öðru veldi og útkoman úr þessu er 43 metrar. Já, fyrstu 15 sekundunum með þessar hröðun 43 metrar. Við skulum kíkja hérna á sýnidæðum bílinn sem er að bremsa. Þar fáum við að vita hann er á 75 km hraða og núningskrafturinn þar sem að dekkin er að nuddast við malbyggið er 8,4 kN sem eru 8400 Newton. Nú skulum við reikna hröðunin á bílnum og þá er svolítið sniðugt að við getum sett upp hérna að það er í alvörunni núningskrafturinn sem að veldur hröðuninni og m sinnum a. Við þurfum reyndar að taka eftir
að núningskrafturinn, hann er búinn til með núningsstuðli sinnum massa, sinnum þyngdarhröðun og þetta er sama sem massi sinnum hröðunin. Hvað gerum við? Nema hvað, styttum út hérna massa bílsins og það þýðir að hröðunin kemur bara beint að A er þá sama sem, já, talan fyrir mygið, gúmí og malbik, það er 0,7. Svo þetta verður 0,7 þyngdarhröðunin, 9,82, við erum á Íslandi, og það þýðir að hröðunin er hér, en nú þurfum við að gæta okkar. Þetta er útkoma 6,87, það er alltaf með það, en að því að hröðunin er í gagnstæða stefnu við hreyfinguna, þá þurfum við að setja á þetta mínus og hröðun hefur eininguna metra á sekúndu í öðru. Nú skulum við kíkja á massan. Þá þurfum við að rifja upp að núningskrafturinn, hann er sama sem my sinnum m sinnum g. Og það vill svo til að við vitum að núningskrafturinn er 8400 newton. Við vitum líka að mygið er 0,7, þetta er gúmí á malbiki. Massin er óþekktur, en þyngdarhröðun jarðar 9,82 á Íslandi. Svona. Og við ætlum að finna hver er massin. Það þýðir að við þurfum að deila hérna, við þurfum að losna við 0,7 og deilum við með 0,7 báðum megin. Og við þurfum líka að deila með 9,82. 9,82 báðum megin. Svona. Þetta þýðir það að massin, hann er núna orðinn 1 gráður og við setjum bara inn í Casio 8400 deilt með 0,7 og líka deilt með 9,82 og við fáum út massan 1222, massi mældur í kílógrömmum, svo þetta er okkar svar hér. Þá er það bremsuvegalengdin. Og þá fáum við uppáhaldsformúluna mína, tímalausa formúlan. Hún er þannig að tvisvar sinnum hröðun sinnum vegalengd er sama sem lokahraði í öðru veldi mínus upphafshraði í öðru veldi. Og við þurfum að reyndar að reikna hér að 75 km á klukkustund. Þurfum að breyta því í metra á sekúndu. Deilum með 3,6, 75 deilt með 3,6, það eru 20,8 og þetta eru metrar á sekúndu þá. Nú getum við nefnilega sett inn tölurnar. Tvisturinn er hérna, hröðunin myndu, þetta er mínus 6,87, vegalengdin S er óþekkt, lokahraðin er 0 vegna þess að bíllinn á að stöðvast, en upphafshraðin, hann var 20,8 í hérna metrar á sekúndu, setjum það hérna veldi. Við þurfum að losna við tvistinn og hröðunina og við deilum með því báðum megin. Og það þýðir að já, það er best að hafa sviga utanum hérna mínustölur þegar við erum með það er í markveldi. Svona. En þetta þýðir nefnilega að við erum komin með vegalengdina 1 gráða. S er það sama sem mínus 20,8 í öðru veldi og deilt með tvisvar sinnum mínus 6,87. Og útkoman úr þessu er 31,5. Það tekur bílinn 35,1 metra að bremsa úr 75 km hraða. En nú kanntu líka nóg til þess að reikna æfingadæmin hér á eftir. Því 2 þeirra koma lítið breytt í næsta örprófi. Gangið þér vel!